Hér fullt af fólki sem er hæfileikaríkt ólíkt öðrum og með mynd af þessari hátíð, bíður örlega svona og mér langar bara að þið klappið sérstaklega fyrir þessu fólki sem á mynd af þessari hátíð vegna þess að þau að lifa drauminn, þau eru heila kvikmynd án þess að þurfa að díla við leikara. Heimildamyndahátíðin Skjaldborg fór fram á Patreksfirði Hvítasunnuhelgina líkt og venjan er. 14 nýjar íslenskar heimildamindir voru frumsýndar. Verk með einhvers konar tónlistartengingu voru tæpur þriðjungur af dagskránni en að öðru leyti var efnið af fjölbreyttu tagi. Skjaldborg er mikil stemningshátíð. Þarna er fullur salur af fólki frá morgni til kvölds í hinu sögufræga Skjaldborgarbíói sem hátíðin dregur nafn sitt af, fjörlegar umræður myndirnar og að auki boðið upp á veislur og ýmsa skemmtun á hverjum degi. Ég heiti Ásgrímur Sverrisson og þetta er klapptrésklippa helstu verk á Skjaldborgarhátíðinni 2024. Fyrst skal stiklað á stóru nokkrar myndir. Hanna, She's a Rebel eftir Laura Andrea López Estrada er svipmynd af afar áhugaverðri konu, Hönnu Pálsdóttur. Hanna er komin á níræðisaldur og hefur snúið sér að myndlist af krafti. Leið er ævi hennar rakin í stórum dráttum og skýrt kemur í ljós að hún hefur snert líf margra. Þetta er kona sem hefur gert samfélagið betra með framgöngu sinni. En það líka mitt þetta svona menning sem maður Göngin eftir Björgvin Sigurðarsson og Hall Örn Árnason eru sérstæðan menningarafkima graffara í Reykjavík og upp úr aldamótum. Hressileg frásögnin hverfist undirgöngin við Klambratún sem tíma var eins konar miðja þessa tjáningarforms. Þá upplifðum við að við mættum ekkert vera að gera þetta. Kristján Gunnarsson, járnsmiður á Þingeyri, er viðfangsefni vélsmiðju 1913 eftir Arnar Sigurðsson en Pétur Þór Ragnarsson sá kvikmyndatöku. Þetta er myndræn og haganlega samsett frásögn verkkunnáttu og natni, nautnina af því að gera hlutina vel. Allt í lífinu, en ekki taka á neinu. Í Purkurpilnik, sofandi, vakandi, lifandi, dauður, kemur hinn goðsagnakennda hljómsveit Purkurpilnik saman á ný í hljóðveri til að taka upp efni sem legið hefur hjá garði í 40 ár. Í leiðinni er farið gegnum hinn stutta og snarpa sprett sem hljómsveitin tók í byrjun 9. áratugarins. Í spjalli eftir sýningu myndarinnar kom fram að leikstjórinn á ættir að rekja til eins hljómsveitarmeðlima. Einar er náttúrulega pabbi minn. En ég held að ég hafi verið nú í unglingadeild þegar ég finn í rauninni þetta band og byrja að skoða þetta. Kolbeinn, hvernig fannstu þína eigin sjálfstæðu leið inn í þetta viðfangsefni? Það var bara frekar auðvelt. Þetta er viðfangsefni hljómsveit sem ég kynnist sjálfur í menntaskóla í kringum þennan hóp sem ég er mikið með í menntaskóla. Þannig í rauninni að nálgast þetta viðfangsefni var bara að aðdáun á þetta band frekar en að, ég veit ekki, rannsaka pappa minn. Tómas, nú eru þið ungi menn, hvaða skoðanir hafið á þessu? Ég hlusta ekkert á þetta áður en við byrjum að gera þessa mynd og þetta er ógeðslega skrítið, allt þetta dót, en þetta er ógeðslega skemmtilegt líka og það er alveg sum lög sem ég tengi ekkert við en mörg sem eru alveg frábærar og þetta er svo gaman hvað þetta er stutt og steikt sko. Spiluðum við Orð fyrir dauða 85 í Fjórðastofnun? Já, svakalega hratt.
Og svona hratt. svakalega hratt. Og síðan var ekkert meira að spila, bara fyrir núna var hlupið í stúdíó. Það ekki alveg satt. Það ekki alveg satt? Nei, af því að við spiluðum síðan 86 saman. 86? Já. Já. Eru þið búin að gleyma því? Já, betur hvað var það? Að við 4 vorum allir í hljómsveitinni Sykumólarnir. Já, sæll. Hefurðu prófað að sitja á dauðadeildinni? Þar sem hver mínúta þín síðasta? Þar sem þú reynir stöðugt að sannfæra þig? Já, ég held bara að þetta band eigi ekki við eitthvað ákveðna kynslóð. Þú veist, þetta ekki eins og kemur fram í myndinni, þú veist, þetta er allt frá 16 ára krökkum upp í gamalt fólk í rauninni sem að hlusta á þetta og hefur skoðanir og ástríði fyrir þessu bandi. Reynir að brjótast út! Blindhríð hefur hamlað öllum aðgerðum og vegir og landi hafa verið gjörsamlega ófærir. Aðstæður á Vestfjörðum hafa verið með ólíkindum erfiðar. Eftir stendur að Súðavík verður aldrei söm. Vestfirðir munu bera þetta ör lengi og þjóðin öll syrgir með Súðvíkingum og aðstandendum þeirra. Fjallið, það öskrar, eftir Daniel Bjarnason afar vel unnin og áhrifamikil frásögn hið skelfilega snjóflóð í Súðavík 1995. Þegar við erum að fara að sofa, semst ég, mamma og pabbi, þá glymur svo í húsinu og bara orðið vont veður og ég átti erfitt með að sofna. Ýmsir sem upplifðu hamfarirnar og eftirmála þeirra segja frá reynslu sinni og í ljós kemur að ýmislegt óuppgert. Svona efni afar vandmeðfarið, enda atburðir enn í fersku minni margra sem eiga sárt að binda. Það var náttúrulega gríðarlega áskorun að reyna að segja þessa sögu og segja hana bara mjög sannan hátt. Það var alltaf svona markmið hjá mér að vera ekki að ofur dramatísera einhverja hluti eða reyna að ýta henni við striki. Þetta mjög þunn lína sem maður þarf að fylgja. Já, þegar ég var beðin að taka þátt í þessu, þá þurfti ég virkilega að hugsa mig vegna þess að ég hef gefið mörg blaðaviðtöl og það var ekki æskilegt að við töluðum sannleikann oft á tíðum. Og mér fannst, og ég talaði það við Daniel, að ég skyldi taka þátt í þessu ef allir sannleikur fengi að koma fram. Allar sögursögnirnar sem við heyrðum og sem hefur komið þá í ljós núna í dag voru allar sannar. Leikstjórinn notast meðal annars við sviðsett atriði í myndinni. Ég spurði hann hver útgangspunkturinn hefði verið varðandi útfærslu slíkra kafla. Ég skrifa mjög gróft handrit til að byrja með. Þetta var auðvelt að finna sögunar á netinu og móta þær svona saman í gróft handrit. Svo fengum maður allir með sér í lið og skutum viðtölin. Og þegar ég komið með það hráefni þá get ég lagt það niður á tímalínu og bara byggt upp og strúktúra myndina. Og eftir það þá sé ég bara hvar mér vantar senur inn og hvað ég ætla að búa til recreata og hvað viðtölin getur bara séð sjálf. Maður er svona lært það í gennum árin að erfiðasta sko að fara ekki yfir línuna, að gera of mikið. Þú vilt ekki gera of lítið en þú mátt alls ekki gera of mikið. Þá fer áhorfandi frá, þú missir áhorfandann. Áhorfandinn á að tengjast viðmælendum, ekki leikurum, fyrst og fremst. Þess vegna líka myndin öll skotin svolítið þannig að leikarar eru mikið úr fókus og við erum ekki að stóla á svipbriðum mikið frá leikurum út af því að það er viðmælandi sem á að bera þann tunga. Það tók eftir á stöku stað að það að þegar viðmælandinn að segja frá að það rosalega powerful. Já. Og þá hugsa maður stundum kom fyrir að maður þurfti ekki að fara inn í sviðsetninguna. Já, maður reynir alltaf að nota viðtalið eins mikið og maður getur. Ef að viðmælandinn það skýr og kemur hlutunum vel frá sér og líka mómentið þannig að þú vilt bara vera með honum, þá reynir ég helst bara ekkert að klippa neitt, þá er ég bara föst á honum. En náttúrulega kvikmyndagerðin þannig að maður alltaf að hugsa tímann sko. Það má ekki vera of langt. Ég er þannig sjálfur að ef ég horfa á efni og ég er ekki með stöðu og örvun að þá spesa ég út sko. Þannig að ég þarf einhvern veginn alltaf að hafa einhvern höfund sem heldur mér á tánum. Áhorfendur voru djúpt snortnir eftir sýningu
og myndin hlaut að lokum Einarinn áhorfendaverðlaun hátíðarinnar. Innilega til hamingju. Önnur verðlaunamynd var Kúrekinn norðursins eftir Árna Sveinsson en hún hlaut Ljóskastarann, verðlaun dómnefndar fyrir mynd í fullri lengd. Þegar ég var að alast upp út á landi, þá var eitt af því sem ég gerði til að drepa tíman var að gramsa í plötusafninu hans pappa. Og eitt skiptið dreif ég fram hvíta plötu. Á miðjumslæðinu er skeifa og inn í skeifinni er eitt svalasti maður sem ég hef séð. Hér beina Árni og Andri Freyr Viðarsson sjónum að einum þeirra sérstæðu tónlistarmanna sem framkomu í kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar Kúrekum norðursins frá 1985. Þetta sem sagt sagan af Jóni Víkingsinni eða Johnny King. Það var bara svo mikilvægt að standa á þessum fótum. Þannig að ef Frikki hefði aldrei gert þessa mynd, skilur, við hefðum ekki gert sömu mynd til að byrja með og efast að við hefðum bara getað gert þessa mynd yfir höfuð. Hver sátt ég sakna Í spjalli eftir sýningu gerði leikstjórinn meðal annars að umtalsefni að ýmsir hefði haft efasemdir þetta viðfangsefni. Það voru svo margir í kringum okkur og sérstaklega hann sem fannst þetta ekki verðugt verkefni. Bara Johnny King, það fyrir ekki að mynd hann. Hann átti skilja mynd. Það fyrir ekki mynd þennan eða hinn og það fannst okkur líka svona skrítin, svona skortur á ímyndarafli, sko. Sjálfur var ég pínu efins til að byrja með og nei, ekki út af skorti á ímyndunarafli, heldur velti ég því fyrir mér hvenær frásögnin ætlaði að taka flugið. En svo gerðist það. Smám saman fór myndin á dýptina. Þarna eru áföll, sum smá en önnur stór og þó langt síðan liðið sitja þau í viðfangsefni myndarinnar. Þetta skal ekki frekar fjölyrt en þannig verður til sterk samanleg tenging. Annar þáttur myndarinnar sem virkar vel er sá langi tími sem höfundarnir eittu með viðfangsefninu. Við tölum mikið saman í síman, ég og Johnny, og við gerðum síðan við byrjum að taka upp þessa mynd. Og svona þegar við fórum að líða kannski koma á 5. ár og 7. ár og þá var það alltaf hérna, hvað er að frétta þessa andskotans mynd? Eitthvað svona. Svo kemur hann sko allt inn á áttanis á það sjálfur sko þegar við búin að taka upp með á tökurinn og Rúf sem að spilar lögin sín í góðum hljóðum og góðum myndgæðum og svona. Og eftir það þá allt inn segir hann sjálfur hérna, hvað er svo að frétta þessar blessaðri mynd? Og þá sagði hann svo sjálfur, ég er alltaf bara að kalla þessa blessuðu mynd, skilur ekki þessa andskotans mynd. Og þessi tónlist mín og það dótari sem ég hef verið að semja að margir þeir hæla henni sko, en í mínum eyrum þá, ég veit það ekki, kannski sjálfsálít því að vantar upp á það. En ég veit, vegna þess að ég hef hlustað á aðra tónlist og annað sem að koma út og svona, ég veit ég á fullt af góðri tónlist. Það náttúrulega líka element að hann og þetta gengi og Siggi Helgi Valda, eins og kemur aðeins pínlítið fram, þeir eru pínlítið svona útlagar í íslenska tónlistarmengi. Þeim hefur aldrei verið hleypt inn í mainstreamið. Ég væri farinn ef ég hefði ekki tónlistina. Hún er búin að hjálpa mér rosalega mikið og ég held að hún sé ansi mikið svar við þunglindi. Svo er annað líka sem er rosalega gott við þunglindi. Það er að verða ástfangin. En hvenær kom það moment þar sem þið uppgötuðu að þið voru kannski með eitthvað meira í höndunum heldur en þið kannski hélduð í upphafi? Það kom bara strax upp á hana í fyrstu svona alvöru tökunum. Hann var með eitthvað þörf til að segja frá okkur hræðilegu úr sinni æsku eða þannig. En það líka pínu sett okkur út af sporinu. Því að við kannski vorum ekki undirbúnir undir það og vissum ekki alveg hvað við vorum að fara út í og hugsaðum líka, við verðum að fara vel með það. Og það er kannski líka bara svona partur af prósessnum að taka þá ákvörðun, ok, við þurfum að fara alla leið með þetta. Svona er bara lífið og maður verður víst að læra af því og það veit Guð að ég er búinn að læra af því. Besta mynd hátíðarinnar að þessu sinni lætur lítið yfir sér, ber lágstemdan titil og sögulýsingin virðist hvorki fugl né fiskur, en hún hljómar svo.
Stutt teiknimynd sumarið sem ég var send í sveit til þess að tína og flokka kirsuberjatómata. Allt annað kemur á daginn. Á aðeins 3 mínútum nær leikstýran Rakel Andrésdóttir að draga fram ljóslifandi persónu sem maður fyllist sterkri samkennd með, tónn og nálgun afar húmorísk og tök á myndrænni frásögn sérlega góð. Ein af fyrstu vinnunum mínum var þegar ég var send í sveitina til ömmu að tína og flokka kirsuberjatómata. Tómatar eru mér í blóð bornir. Þegar mamma var ólétt var það eina sem hún ældi ekki voru tómatar. Þetta var líklegast fyrirboði fyrir þetta sumar. Tómatar eru köllunin mín. Þetta náttúrulega mjög mikil vinna og það líka held ég eitthvað sem ég hef áhuga á. Það bara eitthvað svona að þú finnur rosa mikið vinnuna sem fólk setur í animation. Þetta fyrsta mynd Rakelar sem nam hreyfimyndagerð í Prag. Hvar kemur þessi animation áhugi og þekking? Fyrsta lagi finnst mér animation svona ná einhvern veginn utan svo margt sem ég hef áhuga á sem svona hljóð, bíómyndir og myndlist. Það sameinar svo mörg listform fyrir mig og mér finnst það ótrúlega spennandi út að ég hef alltaf verið kannski svolítið svona sveimhugi og ég hef verið í hljómsveit og ég hef verið að gera málverk og skúlptúra og gjörninga. Ég vann með frænda mínum sem var ári eldri og allt og kúl til þess að tala við mig. Þeir sem unnu þarna líka var ókveikjandi vinur frænda míns, nokkra gamlar konur og fullt af hundum. Alltaf í hádeginu fekk ég með keks með fullt af smjöri á meðan doktors var í gangi í sjónvarpinu. Ég grét mig í svefn á hverju kvöldi því ég var með svo mikla heimþrá. Ég er búin að gera í því að reyna að berskjalda mig eins mikið og ég get. Ég held að byrjaði svolítið sem eitthvað svona tilraunamennska í Listaháskólanum þegar ég fór í byrjaði með hljómsveit sem var bara eftir eitthvað svona ástarsorg og þá var ég bara að reyna að gera eins berskjaldandi gjörninga og ég gat til þess að svona æfa mig í því að vera ekki hrædd við neitt einhvern veginn. Kirsuberjatómatar hlaut skjölduna, ný dómnefndarverðlaun sem veitt voru í fyrsta sinn fyrir stutta heimildamynd. Hljómsveitin PP Tribute slúttaði svo hátíðinni með úrvali laga Purks Pilnik.